Það var Hollywood-bragur á byggðinni í Garðinum sumarið 1972 þegar þangað komu íslenskir og þýskir kvikmyndagerðarmenn til að taka upp atriði úr Brekkukotsannál Nóbelsskáldsins Halldórs Laxness. Björn G. Björnsson fór fyrir leikmyndasmiðunum sem voru sumarið við Miðhúsi Garði þar sem Brekkukot var endurgert við Króksíkið. Björn mætti á sagnastund á Garðskagadögunum þar sem rifjað var upp þetta ævintýri í Garðinum fyrir hálfri öld. En hvað réð því að tökur fóru fram við síkið í Garði? Við urðum að finna stað til þess að kvikmynda bæinn í Brekkukoti og hann stóð við tjörnina í Reykjavík og við vorum að leita þessum aðstæðum þar sem að væri lítil brekka og tjörnin fyrir framann. Sneri svona nokkurn veginn í rétta átt þannig að við værum á móti birtunni. Fundum þennan stað og þá að leita til heimamanna og góðfúslega fengi leyfi til þess að athafna okkur hér. Vikum saman, mánuðum saman. Hversu umfangsmikið var þetta? Þessi mynd náttúrulega gríðarlega stóra okkar mælikvarða. Þetta svona rúmlega klukkutíma löngu mynd, Það að segja fyrri hlutin og svo annar klukkutími seinni hlutin. Þetta 2 þátta mynd. Svona lítil sería. Og þetta var viðamikið að því leyti að það eru svo margar leikmyndir. Það bærinn hér sem hann var náttúrulega mikilvægastur og skipti miklu að finna þennan stað. En síðan gátum við líka byggt ýmislegt annar staðar, til dæmis upp í Gufunesi, þar byggðum við heila götu sem var í raun og veru Austurstræti í Reykjavík svona aldamótin og hét Langastétt. Þar voru byggð 6, 8, 9 hús og þar var verslun og þar var bakari og þar voru teknar margar senur og margmennar senur og síðan var kvikmyndar í mörgum húsum líka, út á í Hafnarfirði og inn í öðrum byggingum sem ekki þurfti að byggja en svona klæða allt í rétta stílinn, Hvernig var tekið á móti ykkur hérna í Miðhúsum þegar þið komið á sínum tíma? Ég man ekki betur að það verið bara afskaplega ljúft og það gekk svo vel fyrir sig að ég er næstum búinn að gleyma því, Það er að segja að svona umleitanir að mega vera þarna og mega vinna þarna og gera þetta og hitt, það var bara sjálfsagt mál og það var aldrei neitt spurt það meir eða spáð í það meir. Og bara aðstoð, alls konar aðstoð veitt, hjálp og reddingar eins og gengur. Hvernig var undirbúningurinn þér fyrir þetta? Þú þurftir kannski að vera forsjál varðandi ýmsa leikmuni? Já. Það er fyrsta lagi náttúrulega að lesa söguna, alveg sundur og saman og strika undir öll atriði í bókinni þar sem að Halldór Laxness að lýsa staðháttum, hvernig bærinn var og hvernig þetta var og hvernig gatan var og svo framvegis. Hann var mjög nákvæmur í því og það var mjög góð leiðavísir að hafa bókinni alltaf við hendina. Svo þarf að leita stöðum og finna staði sem henta og semja þá og fá leyfi til að vera þar. Og svo þarf að byrja að smíða og mála og sauma og gera búninga og útvega alls konar leikmuni og eins og eina lest sem að flytja skreiðarlest með einhverjum 6-8 hestum, Það er smá djóp að æfa þá og gera það klárt. Þannig að það er alls konar undirbúningur í svona. Fyrir utan svo náttúrulega leikarana sem að þarf að finna og klæða og æfa og það allt saman. Þetta var stórt verkefni, það leyndi sér ekki. Það komu stundum tugir manna og byggðu þarna byggingar og svo hófst upptakan og Torfi var þá bóndi í Miðhúsum og Jón Gunnar. Þeir voru með 30 kýr og fé. Það var stórt bú, þeirra tímamælikvarða og Suðurnesjamælikvarða, mjög stórt. Og þeir tóku ákaflega vel á móti þessu fólki. Og þeir var boðið velkomið, þeir fengu land þarna við tjörnina eða síkið sem við köllum og byggðu þar bæ og athöfnuðu sig eins og þurfti og þetta var eftirminnilegt sumar. Við sem vorum þarna í nágrenninu og sáum svona til, það var margt sem gerðist, skemmtilegt. Og einn góðan veðurdag þá kemur vitavörðurinn á Garðskaga og vantar að láta eiga eitthvað við kúnna sína. Eina nautið í Garðinum og hér á stóru svæði var í Miðhúsum og gegndi sínu hlutverki, myndarbragð og þá var hér, þar sem við erum nú staddir út á Garðskaga, þá var hér fjós og hlaða og vitavörðurinn var með þónokkuð margar kýr, Sigurbergur Þorleifsson sá mæti maður og það gerist mitt í þessu að það er upptaka og Diddú er að leika og hlaupa og hreyfa sig að
Sigurbergur kemur leiðandi með kú utan af og niður álíkina og það var náttúrulega þurfti allir jafna ekki að láta mikið vita vegna þess að nautið var bara tiltækt svona til sinna verka eins og verkast vildi. Þann dag nautið að leika og það eftirminnilegt hvað hann lék sitt hlutverk vel og því skemmst frá að segja að hann leit ekki einu sinni við þegar kýrin kom og hún varð að fara aftur heim bara eins og hún var þegar hún kom. Þannig að Og það var eftir því tekið að hún var niðurlút? Já, það mátti alveg merkja það að hún var ekki sátt við það. En þannig var þetta og það má alveg geta þess að það var mikill sóma því hvað Miðhúsamenn tóku þessu verkefni faglega og vel og myndaðist þarna gott samband og þeir voru boðnir og búnir til þess að rétta hjálparhönd eins og þurfti. Torfi þar fremstur í flokki, Jón Gunnar bóndi og þau systkinin eins og þau voru og Margrét þarna heima eins og þurfti. Byggilega rétt mörg svona verkværi og áhöld og hægt að leita til þeirra eins og þurfti. En samt voru þetta menn sem komu innan að með tæki og eldhúsbíl og allan pakkan sko og voru þarna sjálfstæðir að því leyti.